Góðan dag. Gísli Magnússon heiti ég og prófessor í dönskum bókmenntum í Háskóla Íslands. Ég ætla að kynna nám í dönsku, sænsku og skandinavískum fræðum. Hefur þú áhuga á dönsku eða sænsku tungumáli? Langar þig að starfa við menningarstarfsemi? Viltu vinna fjölbreytt verkefni undir handleiðslu helstu sérfræðinga landsins í dönsku og sænsku? Hefur þú gaman af bókmenntum og minninga Dana og Svía? Þá þetta nám kannski eitthvað fyrir þig. Markmið námsins að undirbúa nemendur undir almenn störf sem krefjast dönsku eða sænsku kunnáttu og fræðilegra þekkingar á danskri og sænskri menningu og þjóðlífi. Með þetta nám getur maður farið í ferðaþjónustu, kynningarstörf, leiðsögn, markaðssetningu, fjölmiðla, dönskukennslu á grunn- og framhaldsskólastigi, námsstjórn og námsefnisgerð, menningarstarfsemi, þýðingar og viðskipti. Ég ætla líka að nefna að maður getur núna líka búið sig undir fyrir nám í Danmörku til dæmis með diplómanámið og ég ætla að vitna í einn nemanda sem segir: það var mjög gott að byrja langt nám í Danmörku með stjórn á dönskunni og þar með jafnari tækifæri við danska samnemendur. Mér tókst að falla vel inn í vinahópinn og samfélagið og þar hefur lærdómur danska sögu, stjórnmál og menningu skipt mikla máli. Ég fikk fljótt vinnu á spítölum þar sem ég tek meðal annars vaktir á geðdeildum og tek blóðpröfur. Ég gríðarlega ánægð með dönsku námið í HÍ og hvernig það hefur hjálpað mér að aðlagast dönsku samfélagi og njóta tilveruna hérna í botn. Þannig að nú ætla ég að fara í uppbyggingum námsins og þetta sem sé þrískipt og í raunni líka tvískipt. Þetta danska sem maður getur farið í 2 ár og þá það sænska sem maður getur farið í 1 ár og þá getur maður tekið nám til viðbótar úti eða maður getur farið í skandinavísk fræði og þá hefur maður meira svona frjálst val. En á 3. ári þá fer maður í sameiginleg námskeiðin í skandinavískum fræðum. Og hugmyndin að ná góðum tökum á einu tungumáli, til dæmis á dönsku eða á sænsku, áður en maður fer í sameiginlegu námskeiðin. Og danskan til sem grunndiplóma, 60 einingar, það að segja 1 ár. Og þetta eitthvað sem ég eins og nemandinn nefndi, þá það eitthvað fyrir fólk sem vill fara í frekara háskólanám í Danmörku eða á Íslandi og þeim sem vilja eitthvað fyrir þá sem vilja ná forskoti á vinnumarkaði, til dæmis í viðskiptum með ferðaþjónustu. Og til að komast inn í námið þá þarf maður íslenskt stúdentspróf eða sambærileg próf frá erlendum skóla og maður þarf að vera með einhver grunn í tungumálunni, dönsku eða sænsku. Og diplómanámið lítur svona út. Man fær fjölbreytt námskeið. Það danska samtímabókmenntir, það sem ég að kenna. Og ég líka að kenna danska bókmenntir á 20. öld. Þá fær maður tækifæri til að lesa til dæmis Theis Ørntoft eða Jonas Eika, nýjustu höfundana. Og í námskeiðinni í dönsku bókmenntum á 20. öld þá förum við í klassikina og lesum til dæmis Karen Blixen og Tom Christensen og slíka höfunda. Og auðvitað, kollegar mínir kenna þá tungu og tjáningu og menningu og skilvirk dönsku nám, danskan framburð og hljóðfæri, fræði og danska málfræði. Og þá sænskan til sem diplóma, eins og ég nefndi áður, og sænskan þeir sem hafa áhuga á að leggja fyrir sig frekara nám í þessu tungumáli fara sem skiptinemar til því þjóðar. En geta síðan bætt við 3. ári við mála menningadeild, þar sem fyrrnefnd sameiginleg námskeið verða í boði. Þannig að maður getur farið í sænsku og verið þá með aukagrein til dæmis í 60 eininga aukagrein og þar með
búið til 120 eininga nám. Danskan þetta líka til sem 120 eininga nám og þá getur maður farið í aukagrein, 60 einingar og ég ætla hér að nefna að maður getur farið í dönsku og viðskiptafræði og þar í boði kjörsviði danska og viðskiptafræði þar sem nemendur taka 120 einingar í dönsku sem aðalgrein og 60 einingar viðskiptafræði sem aukagrein. Og þá danskan til sem 120 eininga nám pluss aukagrein og þá bara velur maður eitthvað sem passar við dönskunámið, eitthvað sem það gæti verið annað tungumál eða annað nám í Háskóla Íslands. Og þá til fullt nám í dönsku, 3 ára nám. Og þá þarf maður að klára 180 einingar og námskeið fyrsta árs skyldunámskeið og 25 einingar sem nemendur taka á öðru ári, auk námskeiðins dansk mál 3 sem tekið á 3. ári. Og þá þarf maður að taka annarkvort námskeiðin tengsl Danmerkur Íslands eða þýðingar. Og þá þarf maður auðvitað að skrifa 20 eininga BA-ritgerð. Og BA-próf með fyrsta einkunn veitir aðgang að meistaranámi á háskólastigi og fyrsta einkunn þýðir bara að maður verður með meðal einkunn 7,5. Og þá við að byggja upp nám í skandinavískum fræðum og í rauninni eins og núna þá þarf maður að velja á milli dönsku eða sænsku fyrstu 2 árin og eða maður getur farið í nám í skandinavískum háskóla, til dæmis í Noregi, í Svíþjóð í Danmörku og þá hefur maður meira frjálst val og þá koma þessi sameiginlegu námskeið á 3. ári. Og ég bendi þá á að þið getið kynnt ykkur námskeiðin betur á netinu, til dæmis á kennsluskrá.hi.is og þið getið líka bara haft samband við HI eða við dönsku eða sænsku deildina og ég bara þakka kærlega fyrir athyglina og hlakka til að sjá ykkur. Bless.